Hæ, herri, ég stætti fyrir þetta World Class Laugar. Við erum komin til að kíkja á Gísla Reynisson Schram en á Ofur Gísla og fá að kíkja á þess að formið á stráknum, en það eru einungis 5 dagar í mót hjá honum, Íslandsmóti. Kíkjum með mér. Sælveri, hérna hjá mér er Gísli Örn Reynisson Schram, eða Ofur Gísli. Þú hefur verið að bæta þig, tekið smá frí og verið að bölka upp eins og kallast, byggja upp og bæta hluti og líka sporta síðast árið. Hvað áherslu varst að leggja á? Áherslu á mest? Ég þá tók eiginlega bölki fyrir síðasta mót. Þá fór ég alveg upp í 120 kíló. Ég nefndi ekki aftur núna. Ég gætti fyrir eitthvað svona bara löfnum og hleypti mér aðeins upp. Ákvað samt að bæta það sem ég þurfa að bæta þetta síðasta mót. Það var svona kannski aðalega axlirnar og hendurnar og svona baki. Maður telur alltaf upp alla partarna að byrja með hvað maður bæta Þá svona partar sem ég myndi bæta, ég djöflaðist alveg á þau. Það hefði bara eins og heimsmeistari í 1 ár raunum. Og svona hendurnar þá bara tók ég alltaf 2 í viku og jafnvel 3. Og sá gríðarlega bætingar við það. Og ég held að menn séu of fastir í því að þurfa alltaf að hvíla viku á milli styrkna. Já, sammála því. Já, en ef maður þarf að bæta eitthvað, þá bara held ég að það hefði virkað fyrir mig. Það var bara að keyra á það. Og fæturnar líka, það er klárlega bólnað aðeins út. Já. Og ég var bara í sleppt djúpfótaæfingu, bara 1 ár en ég er bara alltaf endan að skila sér. Ég er að velta fyrir mér eins og með niðurskurð. Núna komstu á síðasta Íslandsmóti sem ég man eftir, þá varstu í fáránlegu formi. Þú setti svolítið svona standardinn á hærra level, ef má segja það. Það náði góðu skurði þar. Já, mjög góðu skurði. Ég hef vonað því að þú náðu að toppa það. Ég segi það, maður aldrei að koma jafngóður eða verra á svið síðast. Ég kem betri. Þú kemur betri? Já, ég kem betri og ég kem farlega að koma skortnari og en fyrst og fremst fylltari. Fylltari? Kannski það getur náttúrulega farið aðeins á fyllingunni þegar skurðurinn verður mikill, sko. Sérstaklega gerði þetta hjá mig úti, við fórum út eftir Íslandsmóti. Fórum mót úti. Það vantar kannski aðeins fyllingun í mig. Þetta var rosalega fín lína, sko. En það er stefnan hjá mig núna að koma skortnari og eins fylltari. Ég er aðeins búinn að ná að þykja mig aðeins. Gaman að sjá hvað þetta er með kílóum, sko. Ég er svo sáttur með 200 kíló. Sýnist alltaf að þetta enda í sko. 200 kíló þyngri en á síðasta ári. Það er bara spennandi. Þetta er hrikalega jákvætt, sko. Gaman að sjá það að menn ná að bæta sér svona hrikalega á milli móta. Hvaða taktík notarðu í þessum orkuefni sem að nota prótein, fita og kolvetni? Þú ert að leika í niðurskurðinum að reyna að ná niður fitupróstunni. Hvaða taktík þetta nota? Ertu að nota low carb daga og high carb daga, svona svissa því upp eða ekki low carb í ákveðna 5 daga eða ertu bara 1 dag í viku eða hvernig er þetta hjá þér? Ég er bara rosalega jafn og ég spil þetta rosalega eftir hendinni og eyranu. Raunverulega hef ég ekki verið með neitt mataprógram, hvorki þá en ég er núna. Og þetta er eiginlega bara svona eftir tilfinningum. Það hendar þetta betur með einhverjum tíma, sko. Og maður svona stilla þetta betur af, sko. Hvað skipt sem að gera þetta. Ég tek alveg low carb daga, sko, þegar mér finnst ég þörfur á þess. Og svo kannski keyrað upp aftur og þá kannski ég tek low carb og hækka í fituna aðeins á móti, heldur próteinum svolítið stöðugur bara alltaf. Þú segir, sko, ég spil þetta bara eftir eyranu svolítið, tilfinningunum. Við höfum vonað eftir að sjá Ofur Gísla, hrikalegri, skornari, massaðri. Það er allt. Það er allir þetta verður bara mjög spennandi og ótrúlega og hlakka bara svo til að sýna það sem maður er að koma með. Svona uppskera. Fólklótt. Nákvæmlega. Ég ætla að ná verðurlega með voðalega riffur í fótum og lærum. Ég er búinn að vinna alveg óbústa í því mínum bröðum. Að ná góðum æðum og riffum í læri. Það verður gaman að poppa það út. Gaman að sjá hvort ykkur ná að matcha það. Ég held að þessi fáir á Íslandi sem ná því. Það er því miður. Það er bara svo. Sem betur þér. Það er bara þannig. Sumir hafa eitthvað meira og betri en aðrir og öfugt. Sumir halda kannski að þetta sé eitthvað svona meðfætt, sko, en ég er búinn að vinna alveg óbústa í lærum. Það hefur verið þinn kostur.
Alltaf verið með lappir. Alltaf verið með góða lappir. Já. Lappir og rassi fæða frá mömmu. Meðfætt bara, já. Ekki mjög aðminnar. Ég þakka mömmu fyrir það, sko. Og hvert að þið verið með stóra rass. Þá bara kaupa sér miða nýri hristi og fylgjast með Gísla. Sjáumst. Turn down for what?